Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er hún Elísabet María Ingadóttir sem er fatahönnur, ekki satt Elísabet? Jú, meðal annars þetta titillinn sem ég fekk í skólanum mínum úti er sem sagt uh, uh, þetta er sem sagt fatahönnur og útfærslu sem sagt saumari, ekki beint klæðskeri en meira en kjólasaumur en ekki fullu klæðskeri en sem sagt þetta er hönnun og útfærsla útsetning á. Á því sem er eins og fötin sem við sjáum á bakviði Já, á slánið hjá þér í versluninni og sem þetta er er á Strandgötu í Hafnarfirði. Númer hvað ertu? Strandgata 43. Já, frábært. Og hvað heitir fyrirtækið þitt? Fyrir, búðin heitir Gná af því Já, hann er með systur minni og hún er gullsmiður og ég er fatahönnur og hún, Katrín Þóra gullsmiður og fatasmiðja Elisabetar eru saman inn í versluninni Gná og Gná er bara smá brandari svona milli okkar systrana byrjaði að því að í Þýskalandi þar sem hún lærði þá er Gná það því er svona einmitt og akkurat og svona sammála og þýðir líka ef eitthvað er mjög Gná og það er það mjög nákvæmt og presís já, ég skil, já. og okkar vinna er bæði mjög nákvæmnisvinna og maður þarf að vera mjög gená með þessar tvær yðnar. Nákvæmur, það er náttúrulega stóra máli. En Já. segð mér annað, sko það er náttúrulega svona hönnun og saumur, ef við getum kallað það svoleiðis, eða Mhm. hönnun og útfærsla, þetta er tiltölulega lítið fag á Íslandi. Já, já og nei, það sko, í listaháskólanum læra þau þetta allt, Já, ekki að ég viti mikið um innannámið þar, en það er mjög lítill vettvangur fyrir öllu því sem námið felur í sér. Að þeim flestar vinnur á Íslandi við hönnun eru bara hönnunin og margir þurfa ekkert að snerta saumavél ef þeir eru hönnur á Íslandi og margir þeir sem eru að sauma eru bara að sauma og ekki að hanna og svo er sníðagerða fólk sem sér það bara um sníðagerðina og það er þannig hjá öllum stóru fyrirtækjum það áttu, þú ert hver og einn er sitt handhjól í þessari stóru vél já, skiljanlega, já, en maður verður að kunna að sauma ef maður teiknar upp einhverju mynd þá verður maður líka að hafa þá vitneskum hvernig það er saumað og við lærðum það alveg í skólanum þegar ég teiknaði eina línu á hönnun og hún sagði ætlar að gera þetta hérna í svona kurvu eða á þetta að vera beint það, þú veist, þetta verður að vera nákvæmt þegar þú teiknar kringlótt þá þarf það að vera kringlótt ef þú gerir ekki ráð fyrir þessum saum það þá mun það ekkert verða kringlótt þannig að maður verður að hafa þessa kunnátt eins og arkitektar eru betri arkitektar ef þeir þekkja þyngdin á viðinum eða steypunni og svona. já, já, það er allt saman. Já, Og ég þekki pínlítið til þess frá Karlambæðar árunum þegar það var saumastofa og það þurfti að gratera sniðin og passa réttu númerin og allt saman. Og hérna, ég vissi ekki að þið væri systur, jú, við erum það. já, en gaman að því. En í hvað landi lærðir þú? Ég lærði í Frakklandi Og, og og hvað var námið langt? námið er 3 ár og þannig að maður þarf að vera í starfsnámi í lágmark 3 mánuði og hámark 6 mánuði eftir að maður útskrifast á sumrinu til að fá viðurkenninguna fyrir sem sagt, stilist modelist certification prófinu Ég skil. og þessi skóli sem ég var í heitir Esmod og er á mörgum stöðum í heiminum, hann er í Kína og Brasilíu og Oslo og Þýskalandi og Tyrklandi og Marokko held ég frekar en Alsír líka Já, og þetta er semst elsti tísku og hönnunarskóli í heimi. það er ekkert annað. Hann var stofnar 1881 held ég af Alexis Levine. Já, Sá maður meðal annars fekk einkaréttin á málbandinu. er það virkilegt? Já. Ok. Og þú ert oft með málbandið um hálsinn? Já, já, maður nota málbandi, maður sér það í gömlu búðunum og það var alltaf svona stikar, svona 50 cm stikar sem var notið til að mæla efnin og þannig Já, og fólk byrjaði fyrir löngu að nota svona merkja það inn á band og þannig og þessi Alexis Levine, hann fekk semst einkaréttin á því og fór í framleiðslu á svona bara málbandi. málbandi, já. En hérna,
En þú, sko, að því að ég hef komið í verslunina þína, að þá náttúrulega ég dáist að fötunum sem að er á gínunni hjá þér út í Mhm. glugga og ég hef oft óskaði þess að ég gengi oft meira í pilsi af því þú gerir svo fallið pils. Meðal annars þessi hvítu fallegu sem er á sláni þannig á bakvið þig. En hvar kaupir efnin þín? Ég hef alveg sánkað að mér efnum í gegnum tíðina þegar ég bjó úti í París meðal annars, en það var oft í minna magni og núna er ég meira að reyna að kaupa hjá sem sagt svona afgangasölum, það heitir Remnant og Deadstock, Já, sem er bara svona framleiðendur eins og stærri tískuhúsin láta framleiða fyrir sig efni og svo eru þeir búnir að gera línunar og búnir framleiðslun og það er mikið eftir og þá selja þeir það frá sér til verslana eða eitthvað sem selja efni og oft eru verslana búin að vera með eitthvað efni í lengri tíma og selja þá til lægri svona efnaverslana sem er með meiri lager og það heitir deadstock af því að þetta er bara dauð lager já, já, og þetta er afgangarna og ég er að kaupa svolítið mikið þann bara upp á það nýtist já, efni, þetta er efni sem svona týnist og bara svona verður afgangar af því það eru stór vöruhús full af deadstock efni og ég reyni að nýta það upp og líka þetta eru falleg efni og mörg eru svo vel gerð fyrir tískuhúsin en önnur tískuhús er ekkert endilega vilja taka efni frá frá samkeppnisaðlan, nei, já, ég skil, já, svo hef ég líka það eru örfá efni sem að ég erði frá ömmu minni og tölur og allar mína tölur, flestar tölur sem ég nota eru úr gamlu tölubóksunum hjá ömmu þannig að þetta er mjög mikið að reyna svona fullnýta þessa framleiðslu frekar en að já, bara verði deadstock og farið svo í brennslu sem er dásamleg hugssjón, en er þetta svona fjölskyldudæmi, var amma þín mikil saumakona? nei, hún var bara nýtt húsmóður og sankaði að sér til að eiga svona efskeið kynni og það bara hún er myndið ólst upp á stríðsárum þannig að það var allt vel nýtt og það er betra að eiga en að vanta og svona, maður veit aldrei hvenær vantar og það á að bæta í og gera við og þannig að hún stoppaði þetta sokkan okkar sko þannig að ég hef alveg stoppaði sokkakrakkana minna þetta því að bara Já, þarf ofta að henda ef það er lítið gata og bara sauma það saman og einmitt. já, Og ég lærði að stoppa í sokka þegar ég var 9 ára, sá um að stoppa í sokka hans pappa, þeir fóru gjarnan á hælónum sko, þannig maður var í því að læra þetta og líka annað því ég sagði tölubóksa því ég man eftir því sko að þegar ég á tvo bræður sem eru yngri heldur en ég en sá eldri af þeim, það er bara 3 ára milli okkar mm, og ég man eftir því að ef við vorum veik heima, þú veist maður fekk hálsbólgu eða eitthvað þess aftar og var heima og þá náttúrulega var ekkert sjónvarp og ekkert þú veist neðst að þá lékum við okkur oft með tölubóksið já, ég skoða tölurnar og raða þeim saman og dasta þeim og eitthvað. Þetta var bara leiktæki, það er að byggja svona lítið hús, svona gera svona gönguleið og gera allt blómstra. mögulegt. Já, En já, fyrir hinamma mín, hún saumaði líka alveg á mömmu mína og það voru sko tvinnakeflin voru sett í band og það var hálsmenn til að fara í leik og svo sömulegis fann ég daginn í dótakassa þessi hinamma mín sem sagt hafi tekið stóra tölur og sett á band og sem við settum yfir eyrun okkur þannig að þetta var eins og eyrnalokkar í svona þegar við vorum að klæða okkur upp. Þannig, dásalegt, já, alveg dásalegt. En sko, þú saumar eftir máli já, og hverjir eru helstu viðskiptavinir þínir? það er bara allir, sérstaklega kannski fólk svona yfir 25, það er engin unglingar Nei, 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 þeir fara en ekki. Því. það er alveg 25 og upp og aðalega fólki sem kannski er með einhverja sérþarfir er kannski með skrokka sem eru kannski utan þess ramma sem almenni markaðurinn er að framleiða Já, hvort sem eru kannski lægri vexti eða kannski mjög háari vexti og allar ermar eru of stuttar, þetta er bara svona fólk sem finnur þörfuna og er vakandi fyrir því hvað þau vilja og sumir vilja ekki þurfa að finna síðari skyrtu til að jakkin fari ekki eitthvað ofurhátt og þá kemur skyrtan út og það er mjög mikið af fólki sem veit hvað þau vilja og eru tilbúin að fá það hjá mér og gefa mér þólið með henni í vinnuna sem þarf vita því að tímanir í dag eru hraðir og það þarf að fá þetta fljótt og þetta og ég er bara að fara út í búð og finna föt að mér vantar í kvöld
Já, ég skil, já, Það er mjög margir sem kunna að meta þessi svona vinna, þetta handverk og þessi svona persónulega þjónusta að fá flík sem er sérsniðin á þau, alveg einstök flík og þetta verður svona tilhlökkunarefni þegar þau komi í mátun og þetta er ekki bara að fá flíkina, hún er fín núna og svo kannski eftir viku er hún svona, já, æ, hún fór í þvottinn og þannig að þetta er líka hvað fólk skilur það að þetta er einstök flík og þau vilja fara vel með hana. Þau vilja hugsa vel um þvottinn og kannski einmitt fara í jakka yfir eða setja á sig svona, hvað segir maður, svona tissjubrif þegar þau eru að borða til að passa fötinn og já, já, það er svolítið, við erum búin að missa kannski meira þetta tilefni að klæða sig upp og sitja, þú veist, vera svolítið dömuleg og sitja fín og en það vilja margir einmitt eiga föt sem hægt sem þau getur bara tuskast í. Þau já, já, getur bara farið og suppað þetta út og að ég bara hendi þessu þvottavélina og það, ég hef mjög gaman, ég strauja alla mína skiptur því ég vil hafa þær fínar og ég þvæ hvítan þvott sér og alveg nostra við öll á þvotti minna því mér finnst gaman að eiga fín föt lengi. sem þetta ásað. Já, Fékkstu svona, hvað ég var að segja, fata áhuga snemma? já, já. Já, þrjá eldri bræður, þannig að það var svolítið mikið strákadótt og hann langaði manni svolítið til að vera svona stelpan og amma alveg dúllaði við okkur systurnar, hún klæddi okkur upp og fór í dúkkulísuleik með okkur, þannig að maður hafði alveg gaman að þessu. Dásamlegt, dásamlegt. Prinsessunar í stórum kjólum og svo fekk ég prinsessu kjól sem krakki og það alveg lifði maður og andaði prinsessu kjólinn og svo bara vatta upp og svo líka ég var alltaf að teikna, hafði svona takmarkan áhuga á mestu náminu og þá fór maður að teikna og fór maður svona að pröfa sig heima að sauma upp á Barbie-dúkkur þegar ég var 10 ára og Frábært. bara prófast þannig að maður Það eru langt. fyrstu viðskiptavinnir hafa sérst verið Barbie. Já, Það er ekki hlut sem ég vil sína í dag en einmitt maður þetta svona byrjar og svo fer maður að hugsa hvað langar mig að gera og þá einhvern veginn langar til að fara í lögfræði eða eðlisfræði eitthvað en ég var alltaf spássínar og bókinu voru alltaf skessur. það var Þannig að ég sterkja. horfði á bóknámið og svo horfði maður á þetta og hugsa ég mun alltaf vera að skissa þannig að því þeir ekki að reyna að þvinga mig út í eitthvað annað. Nei, það er alveg hárið. Það er ekki hægt, sko. Þú veist, en þetta er líka að fylgja hjartanu. Já, algjörlega. Ekki fara upp í hausinn og segja, já, það er miklu praktískar að læra þetta eða gera þetta. Heldur bara að fylgja hjartanu. En hefur ekki verið að sauma brúðarkjóla líka? Ég saumaði minn brúðukjól meðal annars, það Já. var fyrsti brúðukjóli minn. Ég vann líka hjá brúðukjóla hönnuð þannig ég fekk góðan grunn á smáatriðum og svona byggingu brúðukjóla, hvernig hægt er að gera það vel og þú veist, formin sem maður vill hafa, meiri tjöll eða minni tjöll. Já, Ég gerði minn kjól fyrst og hann hefnaðist bara mjög vel. Ég er ennþá gift og á hann og hef notað hann alveg eftir það og svo gifti besta vinkona mín sig og ég gaf henni bara að gjöf að gera brúðkjólinn hennar og hún var mjög ánægð og svo hef ég gert held ég þá hvað 4, 5 á þessum hvað rúma 6 árum frá því ég gifti mig. Það voru komni 5 brúðkjólar. já, En svo líka mikið um það að bara laga brúðakjóla og fólk sem er að fá gamlan kjól eða nota núverandi kjól eða kaupa nýjan ádýrari kjól og bara geta breytt honum að því þeir eru oft svo stórir og miklir og hvítir. já, Það er enginn svona sem treystir sér að vera við eldhúsborðið að laga og þá að er oft græja, svona nei. að geta treyst fagmanni fyrir því sem er með hreint vinnuborð og það bara reglar ekkert naglalakk, ekkert make-up, ekkert svona sem litar og það bara sterilisera umhverfi þegar ég er að vinna í brúðakjólnum. Ég skil, já, já, Þegar mitt brúðkjólin eru gerður oft í staðlæri stærð og lengd og þá já, er það þeirra hér en styrtar og þar og margir sem eru með ákveðna hugmyndir um brúðdægin og þau eru út í grasinu og ætla að vera í flötum skóm, ekki í hælum sem grafast hún í moldina og þá þarf kjólinn kannski að vera styttri en má dragast aftur úr og það er mjög erfitt að gefa þessi fyrirmæli til búðar í London sem er með versmiði í Vietnam og öll þessi keðja. já, það að því að almennt eru náttúrulega þessi svona fjöldaframleitu kjólar, þeir eru ekki framleitir á staðnum, þeir eru framleitir eitthvað staðar, annar staðar. Oftast ekki, oftast eru þau með verksmiði eða framleganda hvort sem það sé öðru hverfi í landinu sjálfu Já, eða utanlandsins og það er ofta auðveldara þannig að því það er ódýrar vinnuafl
og flutningsleið fyrir efnin sem eru til framleiðslu eru kannski innan þeirra heimsálfu. já, já, einmitt, já. Þetta kemur allt heim og saman, sko. En þú saumar allt frá skyrtum yfir í Ég jakka, kápur, kjóla, skil pils. jakka, vesti, pils, buxur, hvað heitir þetta, skokkar og þú veist, þetta er silki og bómull og ull, helstu efnin sem ég nota. Ég er Já, mikið fyrir hör en ég nota hana smá því að hún er mjög þægileg en að því ég er svolítið stíf pressumanniski þá og hörinn krumpast já, þá er ég svona einmitt minna fyrir það en ég hef alveg unnið alveg mikið með hana en ég elska bara einmitt þessi svona meira náttúrulegri efni bara upp á hvernig það er upp á húðinni. Ég hef alveg verið með svolítið sóriæsis þannig að ég vil ekkert vera með gerfiefnin að nuttast í þannig að það er alveg þægilega ég finn alveg mun á því að já, vera í ullarbuksunum mínum eða í spandex leggings og einmitt bara veðráttuna í Íslandi þá þarf maður að byggja svolítið skil upp á sig fyrir veðrið til að já, halda hita já, og svona viskósefni eru kannski ekki, þau anda betur þannig þau kólna frekar og já. þú ullinn og leðrið það heldur mann alveg heitum og við erum á landi sem fólki lifði í ullarfötum öldunum saman. Einmitt, einmitt. Þannig við klæðum okkur. En sko það er svolítið merkilegt að eiginlega allur útivistarfatnaður eru gerfuefnum í dag. Já, ég skil, þú veist, ullin blotnar og þyngist Já, þannig að við erum mjög blautt land og vindasamt þannig að já, maður myndi hafa eitthvað létt yfir sér en eins og þú veist, ég elska kápur, ég er ekki í fjallgöngum þannig að maður er ekki í ull á fjalli nei, nei, þá er þetta spurning um að hafa létt og þá virka gervefnin vel fyrir það að hafa dúnúlpu sem er létt og pakkast vel niður já, en innan borgarinnar og í bæjunum og þú veist fyrir sérstaka viðburði að því ég fær ekki í leikhús í dúnúlpuna því að hún heldur inn í hitanum fyrir öfgaveðráttu og sitja í sætinu í þéttu leikhúsi að vera að fara úr dúnúlpuna þjappanni niður í sæti það svona frekar um með fína ullakápu og brjóta hana saman yfir kjöltuna þína og einmitt. þessi kápa eins og þessi græna sem er þarna fyrir aftan þig, Já. hún er hérna, já, þú mátt alveg renna og aðeins lefa mér að sjá hana. Hún er mjög klassísk og flott Já. og fallega tölur á henni. Þetta er einmitt gamla tölur af gömlum lagur sem hann Svenni Saumer sem var í Hátúni, hann átti þennan lagar, hafði keypt hann upp og þetta er einmitt gamla tölur af, ég man ekki hverjum sem var heilengi í Reykjavík með saumastofu þar, því mér man ég það ekki, en Nei, já, ég veit að þetta er sko, tölur voru, sérstaklega eins og þú segir með ömmu þína, það myndi vera eins og með mömmu mína mm. og ömmu líka. Það var sko alltaf kliftar allar tölur af fatnaði sem var orðin ónýtur. Ég klippi alveg í dag tölur ef þær eru fínar og fallegar og kannski nýtsamlegar Já, og rennilásar líka. já, Rennilásar eru dýrir og ef þeir virka vel, ef þetta eru til dæmis stál rennilásar þá geta þær alveg ennst mikið lengur heldur en maður heldur og ég klippi það alveg óspart af fötum og endurnýti það því oft eru til dæmis flísgallar af krakka, svona eitthvað einhyrningsgallar eða eitthvað svona búningar og þar fer ódýri plastrennilásin sem er þar, þannig ef ég á annan til að sauma í þá þarf ég ekki að henda þessum búning, ég skil, fötum já, já, já. Þannig að þú ert með nýtsumina í, hérna, hvað ég að segja, að leiðarljósi já, í rekstrunni hjá þér. ég hendi ekki efnabútar sem falla frá ef þeir eru svona stórir þá kannski hendi ég þeim annars eru þeir geymdir af því það er hægt að setja bót, það er hægt að laga þar, ég ætla svona að gera teigjur og hárbönd, svona, þú veist, það eru fullt af hugmyndum með að búa til eitthvað úr því af því að Já, bara sapnast saman já, já, og ég hef notað fullt í fötu mín sem eru afgangar einmitt í svona þessum stærðum þá verður það axlastykki eða kragar af því það er einmitt alltaf hægt að nýta þetta, þú veist, litli bútar, það getur verið hnappagötin, það er hægt að nota svo mikið meira mhm. en það vil halda. Ég hugsa núna eiginlega, ég held að ég kefti einhvern tímann því ég var í ferðalagi í Kína, þá kefti ég einhvern svona bút af silki. Mm. Ég er ekki viss nema ég hafi hent honum í einhverjum flutningum. Ég er svona að reyna að rifja upp og ég er svona, já, það hefði verið hægt að nota líka svona efri part eða kraga eða eitthvað á kjól eða jakka eða eitthvað sko.
Þannig að nú kem ég til með allavega að hugsa um efni á allt annan máta heldur ég hef gert hingað til. Svo Allt, líka, einmitt hef ég séð fullt af vídeum þar sem fólk er með svona gamla samfellur af barninu sína þegar barnið er vaxið upp úr því og það var einhver á netinu sá ég sem var sko að búa til bangsa úr samfellunum þannig að þetta var svona kannski meira fyrir foreldra til að muna ef það voru einhver uppáhaldsflíkur en hafa já, til svona barna bangsi úr fötunum og það er mjög gott, svona góð nýting á einmitt. Í staðan fyrir að eiga barnafötin niður í skúffu heil lengi ef að já, já, það já, er einhver í fjölskyldinu sem getur nýtt þetta svona, einmitt, ef þetta er fyrir mömmuna svona uppáhaldsflík já, það er gaman að búa til eins og lítinn minningabangsa eða lítið vegghengi eða þú veist setja smá vatn inn í og búa til jólaskraut svona til að hengja á tréð já, já. skamstöðum barnsins, þú veist, það er hægt að gera fullt. Það er greinilegt og maður kemur ekki að tómum kofan í þér. En ef að fólk vil hafa samband við því, hvaða leið á það að fara? Ég er bara núna með Instagram í augnablikinu og svo er ég með símanúmerið mitt sem fólk getur hringt í til að bara einmitt spyrjast fyrir Já, 845 999 hvað segir og þið? 8-4, 845 0999 ok, já, ok, já. og na, því að einmitt, Og svo náttúrulega komið í verslunna hjá þér. komi Veistu verslunarfræðslu systrum? að því að við erum unga konur ennþá og við erum búin að vera að skiptast á barneignum senustu árin þannig að það er svona, við erum hægt og rólega að byggja upp þetta vefsíður og verslur og síma og svona, þetta er allt á leiðinni. Já, en hérna, hvað eru búin að vera með fyrirtæki lengi? uh, 3 ár rúmlega. Að við byrjuðum með litla vinnustofu bara í svona atvinnurými á Kúksafengötu hérna í Hafnarfjarðarhöfn. Já, Reyndist okkur mjög vel bara að koma okkur upp svolítið skipulagi og að fínpúsa hugmyndirnar á nafninu og svona starfseminni og öllu því og svo opnaði þetta vestunarými möguleikin á því að fá það þannig að við stukkum á það. En þetta var bara draumurinn og við vorum búin að manifesta að það væri geggja, það kemur bráðum, alveg, þetta kemur bráðum og svo kom það og þá svona mitt, ég var nýbúin að eiga mitt og sýsti mín og nýjórðin ólétt og við hugsaum það er núna eða aldrei þannig að já, ég náttúrulega hef komið til ykkar þegar að sýsti var með lítið barn á já, staðnum, áður en þess að fekk vantilega þá leikskóla plási eitthvað þess að það. En strandgatan í Hafnarfirði er náttúrulega vaksandi verslunagata. já. Þetta er bara, hefur lengi verið verslunargata og svona atvinnu starfsemis gata Já, og með uppbyggingu ferðarins þá er mikið verið að auka á að fólk ættis að geta sótt sem flesta þjónustu svona hvort sem sé verslanir glerugu eða þú veist bækur og allt hannig. já, Það er heilsugæslinin og það er bakari þannig að það er alveg verið að íta undir þessa svona göngugötu miðbæjar menningu. já. Því margir segja að þú veist að Reykjavík er bara bílar og orðtröð og þú veist þetta er svona hljóðlátara og meiri miðbær eins og maður þekkti það. Meiri Hann, miðbæði tilfinningar sem að þetta, ég er alveg samanlega því og hérna, og þetta er líka sko, að, já, það er svona aðeins meiri ró yfir það er það bæjarlífinu. frá. Já, Já, maður finnur það örsjaldan að því að strandgatan meðfram sjónum er einmitt svona meiri samgöngugata, það er strætóumferð og það er vörubílaumferð en við erum svolítið frá því þannig að niðurinn af því er ekkert að angra okkur hér og við erum bara við þetta íbúi hverfi hérna fyrir aftan okkur og lækjarskóli og svona kirkjan og tónlistaskólinn, þetta er mjög skemmtilegt umhverfið. skemmtilegt umhverju, já. Og svo náttúrulega þetta litla græna svæði með tjörn þannig að beint fyrir framann ykkur Já. og náttúrulega gerir svæði alveg indislegt að sumri til. En á hvaða tíma eru þið með opið á vestæðinu hjá okkur? Við Ég erum vil með kalla opið, þetta vestæði, þetta er eiginlega hönnunarvestæði. þetta er bara verslun og verkstæði, lifandi Já, verslun og verkstæði. já, Við erum með opið 11 til 6 allir virka daga og erum oftast með á laugardögum opið en bara eins og gengur að gera það forfallasta stundum en við reynum að gefa alltaf góðan fyrirvara inn á samfélagsmiðlum og svona hana, þegar það er lokað og erum mjög mikið að deila því sem við erum að gera svona bak við tjöldin og hvað er nýtt og einmitt, opnunum tímar eða gott veðrið, það er bara gaman að þegar það er já. gott veður og það er gaman að vinna. Því við báðar höfum mjög gaman af vinnun okkar og þess vegna höngum við í þess að því að þetta er bara það sem við Ég brennum. elski þessi þið eru að gera.
við bara emmett. Já, og það er náttúrulega, þegar við höfum ástriðu fyrir einhverju, að þá kemur það fram í því sem við erum að gera. Það Ég sem er get alveg ekki vilja snið. gera neitt og hann er bara myndi ekki vera sáttu tilhugsunum þegar að vinna bara á skrifstofu eða eitthvað allt annað en þetta, það er ekki fyrir mig. Nei, en þess er svo dásamlegt að þið skulle vera að fylgja hjarta ykkar í því sem þið eru að gera út af því það er of mikið um það að fólk fer í hagkvæmnistörf í staðan fyrir að fylgja hjartanu og þess vegna dáist ég bara að ykkur og ég hugsaði mér býtu hvernig á ég að muna nöfnum þeirra. Já, Elisabeth og Katrín, þetta eru svona drottningarnöfn. Ég var skýrð Elisabetta því að pappi vildi láta mig heita Elisabeth Regina eftir Elisabeth Reginus breytadrottning. Já, ég, ég náttúrulega tengdi þið við Elisabethu, betra nafni við Elisabethu, já. Katrín Emmett var Rússlandsdrottning og svona, við erum mjög, mamma okkar heitir Margrét, mjög mikið drottninganafn, þannig að við erum algjörðu drottningar svona svolítið Já, meðbunnar. það er dásamlegt. Þið eru bara drottningar í ykkar umhverfi. Það er dásamlegt. Svo ég bara hérna, óska ykkur góðs gengis og ég þakka fyrir spjallið og hvet fólk til þess að koma við hérna á strandgötunni, sjá hvað þær eru að gera, báða tvær, því að vegna þess að einu með skartgripinu og hinu með fatnaðin og það er alltaf eitthvað af tilbúnu fatnaði eins og þið sjáu á slánið þarna fyrir aftan hana Elisabetu og hann er svo vandaður, það er það sem er svo dásamlegt við hann, þannig að endilega kikið til þeirra. Það styttist í núna jólin, það er ekkert langt í þau, þá eru hér opið fram eftir kvöldi og það eru markaður á hérna Það er alltaf torsplaninu og þannig jólaþorpið, já, við erum bara steinsnar frá því og það er mjög gaman að lappa hérna strandgötuna því það er líka frá torsplaninu og alveg líðandi götuna, það er heitt kakó og það er gjörningar og það er sviðið er oft með sýningar um helgar þegar jólaþorpið er opið, þannig já, að þetta er alveg svaka lífandi umhverfi. mjög svo, mjög svo. Svo ég vil bara heilsa Katrínu sýstiðinni og þakka kærlega fyrir spjallið í dag. Við heyrum síðar, Já, örglega. það Það.